Ég var að testa þetta aðeins og þið bara fáið nasaþefinn að þessu. Leggist á bakið. Við fáum Talíu til að sýna okkur. Og því að þið munið það að anda í bringuna tæknilega er streituöndun. Já. Ok, leggjumst á bak, beygið hnén. Þannig að langi andardrátturinn, hann var upphaf af því sem kallast bandha í Hatha Yoga. Og allt það sem kallast bandha eru innri herpingar. Og þessar innri herpingar þeir eru framkvæmdar til að auka lífsorkuna á mismunandi svæðum í búknum. Það getur verið svolítið ekstrím, en það er líka bara leiðum maður heldur í sér andanum, þá maður tæknilega að gera bandha eða lás. Þannig að þeir ætla að setja einn lófa á maga og hinn lófan á bringu. Yes. Og skynji bara hvernig líkaminn andar. Þannig að þið skynjið öndunarryþmann. Stöðug hreyfing andardráttar. Að framkvæma stefnuöndun, það er töluverða þjálfun og er pínlítið flókið. Þannig að það sem við ætlum að skoða í dag, það er það sem kallast staðbundin öndun. Það er hægt að anda á margan hátt í líkamanum. En það sem er mjög mikilvægt að átta sig að þeir sem voru að framkvæma þessar æfingar, þeir voru með langt umfram fullkomna heilsu. Þannig að þeir höfðu efni á því að misbjóða sjálfum sér stundum. Og staðbundin öndun, til dæmis, og þið andið að og þið þenjið kviðarholið mjúklega. Þannig að setja báða lófana á magann. Þannig að maginn blæs út á innöndun og síðan samdráttur á útöndun. Og alltaf þegar það er samdráttur á kviðarholi, þá er tæknilega þindin að koma upp og mjóbakið það lengist, sem þýðir að hryggurinn þrýstir niður að gólfi. Þið bara hugsuðum að hægja aðeins á andardrættinum til að fá tilfinningu í kviðinn. Nú ef þið notið þessa öndun í daglegri iðkun hjá okkur, munið bara að hljóðið á að vera lítið sem ekki neitt. Takið nokkra andardrætti á þennan hátt. Þið getið talið kannski 4-5 sekúndur á innöndun, 4-5 sekúndur á útöndun. Ef þið finnið fyrir of öndunar einkennum ykkur
kannski svimar eða verið létt í höfðinu, þá bara anda létt, þá bara gleyma þessu. Þetta er mjög persónubundið og það er erfiðar að fylgjast með fólki á netinu. Þannig að ykkar skynjun er ykkar val. Ok, setja nú annan lófann á bringu, hinn lófann á maga og sen er annars konar staðbundin öndun sem er fyrsta skrefið í átt að stefnu öndun. Þannig að þegar maður andar að þá þenur maður brjóstkassann. Og þá notar maður það sem kallast annarstigs öndunarvöðvar til að þenja brjóstkassann. Og það sem þessi hreyfing gerir, hún fletur brjóstbaki mjög mikið. Og þegar maður andar frá, þá dregur maður magann inn að mjóbakinu og mjóbakið leggst að gólfi. Og þetta þýðir að hver einasta innöndun hefur áhrif á brjóstbak og hver einasta útöndun hefur áhrif á mjóbak. Þannig að innöndun er það sem við köllum háls- og brjóstbaks ryþmi. Því alltaf þegar ég anda að þennan hátt og ég þen bringuna þá teygi ég hnakkan eftir gólfi og þá myndast lenging frá hnakka og alveg niður að mjóbakinu. Og alltaf þegar ég anda frá það myndast samdráttur í kviðarholi, það kallast spjald og mjóbaksryþmi. Og flest spjaldin er á gólfinu og mjóhryggurinn lengist. Þannig að nota langa andardráttuna þennan hátt er að viðhalda stöðugri lengingu innan hryggsvæðis. Því meira sem maður eldist, því meira er hryggurinn að falla. Samfall hryggjarliðarins, það deyfir taugakerfið og oft á tíðum veldur einhvers konar bakvandræðum, til dæmis eins og brjósklos. Ok, og síðan ætlum við að taka þetta aðeins lengra. Handleggirnir niður með síðu. Svo maður prófa þetta í tveimur hreyfingum. Á innöndun, handleggir aftur fyrir höfuð, þenji brjóstkassann, beygið olnbogana og olnbogarnir að gólfi. Útöndun, handleggir tilbaka, niður með síðu. Endurtakið. Og ef þið kjósið frekar að nota létta öndun, þá bara haldið þið hægum ryþma, andið lítið og létt. En hver innöndun verður tengsl við handleggi. Hvernig handleggirnir opnast aftur fyrir höfuð, þetta fletur brjóstbaki. Og hver útöndun verður tenging við mjóbak og fótleggi. Okay, hægið ennþá meira á okkur, innöndun, handleggir aftur. Beygið olnbogana, olnbogar að gólfi. Og síðan útöndun, samdráttur í kvið, handleggir niður með síðu. Rétti núna hægri fótlegginn fram eins og tali er að gera. Þekki þessa hreyfingu til legglifta. Innöndun, handleggir aftur fyrir höfuð, þenji brjóstkassann. Og síðan útöndun, lyfti fótlegg, handleggi niður með síðu. Innöndun, handleggir aftur, fótleggur í gólf. Útöndun, lyfta. Innöndun, handleggir aftur, fótleggur í gólf. Útöndun, lyfta, finnið samdrátt í maganum. Einu sinni enn, handleggir aftur, fótleggur í gólf, þensla í brjóstkassanum. Og síðan útöndun, losið handleggi, beygið hné. Losið öndun alveg. Vinstri fótleggur fram. Innöndun, handleggir aftur fyrir höfuð, brjóstkassin þenst, olnbogar í gólf. Útöndun, lyftið fótlegg, samdráttur í kvið. Handleggi niður með síðu. Innöndun, handleggir aftur, fótleggur í gólf,
þenja brjóstkassann. Útöndun, lyfti fótlegg, handleggi niður með síðu. Innöndun, handleggir aftur, fótleggur í gólf. Útöndun, lyfta. Finna samdrátt í kviðnum. Innöndun, handleggir aftur, fótleggir í gólf. Beygja olnbogana. Einu sinni enn, lyfta. Innöndun tilbaka. Og síðan útöndun, handleggirnir niður með síðu. Beygja vinstra hnéð. Leggjum lófana á magann. Andi létt. Skynji hvernig líkaminn andar. Þannig að þetta væri byrjunin á öndunartækni að nota langa andardráttinn. Ég kenni hann persónulega alltaf minna og minna. Því að líkaminn hefur tilhneigingu að ofanda allt og mikið. Það er allt í lagi kunnan aðeins, því ekki. Síðan stöndum við upp. Komið aftast á dýnuna. Og við byrjum á framtægjunni. Andi létt, handleggir út með öxlum. Og síðan beygið ykkur fram. Lófar í gólf. Höfuð inn. Látið magann draga höfuðið alveg að fótleggjunum. Maginn hafa pínlítið fyrir þessu. Handleggirnir út til hliðar, lyfti bringu. Komið alveg upp. Og aftur, beygið ykkur fram. Lófar í gólf, höfuð inn. Og síðan lyfta, handleggir, bringa, mjóbak, rétta hnén. Aftur fram. Við hreyfum líkamann alltaf eins og þyngd hreyfist innan hryggs. Toga höfuðið inn. Og síðan lyfta, handleggir, bringa, mjóbak, hné. Einu sinni enn, beygið fram. Losið hnén í miðpunktinum, aðeins hægar. Lófar í gólf. Höfuðið alveg að. Og síðan lyfta, handleggir, bringa, mjóbak, rétta hnén. Losið handleggi. Fótleggi saman. Snúið hægri fótlegg pínulítið út. Stígið vinstri fram. Okay, og nú losum við vinstra hné í miðpunktunum. Mjöðmenn á alltaf að vísa vel fram, þannig að hugsaðu hægri náran. Stýrið hann stöðugt fram. Síðan koma handleggirnir út með öxlum. Og síðan mjög stöðug hreyfing. Þegar þið komin hálfnaði fram, þá losið þið hnéð pínulítið. Pínulítið. Lófarnir kom í gólf, maginn togar höfuðið inn og síðan lyftið fyrst handleggir, síðan bringan, aftur, losa hnéð pínulítið, lófarnir inn, höfuð að og síðan lyfta fyrst handleggir, síðan bringan, rétta hnéð, aftur. Senkiði handleggjunum eins mikið og þið getið. Handleggirnir eiga að koma undir lokin,
ekki miðri hreyfingu. Og síðan upp, handleggirnir út, lyfti bringunni, finni brjóstbakið vinna. Einu sinni enn, fram, lófar í gólf og upp. Losið handleggi, stíð aftur, fótleggir saman. Skrefið tilbaka á alltaf að vera bara eitt. Ef það eru 2, þá er skrefið of langt. Og muniði, við erum alltaf að þróa styrkinn og koma inn og út úr stöðum. Mikilvægara heldur en teygjanleikinn, hreyfanleiki og styrkur. Öfugur fótleggur, vinstri snú, hægri fram. Handleggirnir út með öxlum. Og síðan beygið ykkur fram, algjör stjórn. Losa niður pínu, lófi að, höfuð inn. Og síðan upp, handleggir, bringa, mjóbak, hné. Aftur, rytmin er cirka 6 slög eða að telja innan með ykkur, hæg, stöðug hreyfing. Og upp. Og aftur. Mjög gott. Ekki losa hökuna fram. Aldrei. Alltaf hálsinn langur. Og upp. Okay. Leiðu þið losa hökuna fram, þá missið þið háls og brjóstbaksrytman. Einu sinni enn. Takmarkið er að viðhalda löngum hrygg. Lóarnir inn. Síðan upp. Fyrst handlegginir. Stíg aftur. Pínulítið bil á milli fótleggjana. Skynji hvernig líkaminn andar. Stoppum hálfa mínútu. Bringan er alltaf í míkroliftu frá nafla. Jöfn staða hefur það sem kallast 5 stefnur eða 5 hreyfingar. Hnakki frá brjóstbaki, það er númer 1. Bringa frá nafla, það er númer 2. Spjald að aftanverðum lærum, það er númer 3. Hnéskeljar lyftast að nára, það er númer 4. Ylhólinn lyftist upp, þannig að þið að draga tærnar inn að ylinni, pínulítið. Svolítið erfitt að sýna þetta í myndavél. Ok, snúið til hliðar eins og talja. Takið þríhyrningsskref innan mál fótleggjana og við iðkum standandi hryggvindu. Handleggirnir koma út með öxlum. Þið beygið ykkur hálfa leið fram. Losið hægra hnið pínulítið vindið að hægri fótlegg. Setjið lófan yfir sköflunginn og horfið upp ef þið getið. Síðan lyftið vinstri handlegg, bringa miðju, komið alla leið upp. Aftur, hálfa leið fram. Losa vinstra hnið, hægri lófi yfir sköflung, horfið upp. Lyfta, handleggur, bringa, miðja, upprétt. Aftur, hálfa leið fram. Vinda, horfið upp. Og síðan lyfta, handleggur, bringa, miðja, upprétt. Aftur, hálfa leið fram. Losa vinstra, lófi yfir, horfi upp. Síðan lyfta, handleggur, bringa, miðja, upprétt. Losið handleggi.
Og næst dveljum við. Handleggirnir út. Sem beygið ykkur hálfa leið fram. Losið hægra hnéð, setjið lófann yfir. Ef þið náið ekki að horfa upp, setjið handabak og mjóbak. Flott. Þrýstu olnbogunum vel aftur björg. Toga hægri olnbogann eins langt aftur og þú getur. Og lyfta hærra innur. Búkurinn of lágt hér. Hærra. Svona, já. Mjög gott. Eins létt öndun og þið getið. Þeir sem ég segi ekki orðið því ég sé ykkur ekki nógu vel. Það er eina ástæðan. Passaði að hægra hnéð sé ekki bogið hjá þeim Magano. Hægra hnéð að vera þráðbein. Flott. Taktu bringuna nær vinstri fótlegg. Þarna, já, meira. Ekki beygja hnéð, heldur draga búkinn að. Búkurinn nær fótlegg. Ok, og síðan koma upp. Að miðju. Alla leið upp. Losið handleggina. Gerum öfuga hlið. Handleggirnir út. Hálfa fram. Losa vinstra hnéð pínulítið. Lógu yfir sköflung. Lyfta búknum stöðugt upp. Handleggur grípur fótlegginn. Og þið togið bringunu upp. Þið get ekki gefa eftir þarna. Fara yfir hinn fótlegginn, Magano. Vinda yfir hinn fótlegginn. Þú ert öfumfót. Þú ert að gera sama fótlegginn aftur. Hinn fótleggurinn. Þannig að vinstri handleggur og hægri fótlegg, Magano. Þarna, já. Nákvæmlega. Ok. Vertu ekkert að spá í höfðinu, Björk. Þrýstu bara olnboganum aftur. Þetta var flott hjá þér. Lyfta bringunni upp, 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 upp. Þegar toga fingurgómana stöðugt upp. Öndun er eins létt og þið ráðið við. Og síðan lyfta. Handleggur. Bringan upp. Alla leið. Losið handleggina. Stíið eitt skref inn. Snúið fram. Gott fólk, hvað er bannað? Það er bannað að anda með munnum. Ég banka upp og heima hjá okkur. Munnurinn er alltaf lokaður. Ef þið finnið það að þið dveljið í stöðu og þið eru að fara það byrju að opna munnin, þá komið nóg þann daginn. Stoppa. Virðið öndun umfram allt. Lífsorkan býr í andadrættinum hjá okkur. Skynji hvernig líkaminn andar, öllum stundum, 24 klukkustundir sólarhrings. Rétt í djúpsvefni eru ómeðvituð. Gerum hnébeygju, handleggirnir út. Og síðan gott sæti, eins og ætlaði að setjast í stól og þið hallið ykkur fram. Lófar í gólf. Flott. Og síðan lyfta, fyrst handleggirnir, síðan bringan, alla leið upp. Ok, unnur á magan á, beygja hinn meira þið getið. Aftur, setjast. Passið að lyfta ekki mjöðmuna upp þegar þið farið fram. Sum af ykkur eru að lyfta mjöðmuna þegar þið komið upp. Aftur upp. Mjög gott. Þetta var betra. Mjög góð hreyfing magan á. Ok, aftur. Gott sæti. Þegar þið hallið fram, togið spjaldið aftur, samtímis. Dýpra helga. Niður með mjöðmuna, niður með mjöðmuna. Og upp. Glæsilegt. Einu sinni enn.
Setjast. Bara hvíla Sólveig, mjög gott. Ekki gera of mikið. Hvíla undan þú finnur þetta verður of mikið. Lyfta. Glæsilegt. Losa. Fram á hnén. Setjast á hæla. Setjið eitthvað á milli hæla og setbeins ef þið þurfið. Og nú munið, það er alltaf betra að hvíla í sitjandi stöðu ef hægt er. Líkaminn andar minna. Ef maður er ógeðslega þreyttur og langar ekkert meira en til að liggja, berjast á móti því. Þeir sem eru að gera búteik og iðkun að finna þreytu, pásur, þeir geti breytt ykkar ástandi á 15 mínútum. Þegar pásurnar fara að hækka hjá okkur, þá getið þið farið úr þreytu yfir í gjörsamlega vakandi ástand á mjög skammum tíma. Það er þess virði að hækka þið vel. Anda létt, vera kjörr, fókusera bara á endurheimt andardrátt, svo ekkert annað. Kultivera gjörhygli í iðkun. Algjörlega vakandi í andardrætti. Þangað til þið finnið það er dropp í öndun frá efri hluta búks og niður. Einn daginn getið þið andað undir naflanum í öllum hreyfingum. Með þróun í þjálfun er allt hægt. Allir geta sem nenna að leggja á sig. Það er ekkert sem stoppar. Bara ykkar áhugi. Og svo lengi sem maður ofnotar öndun ekki, þá er maður ekkert að valda neinum skaða. Það er ekkert að gera eitthvað sérlega rangt. Ok, fylgjum Natalíu, komið fram á 4 fætur. Ok, og munið, þið byrjið með mjöðmi við hné, lói yfir axlagrind. Þetta er fyrsta staðan. Sjáu hvar fingurgómi löngutangar er. Það tækið eina handabreidd, þannig að úlliðurinn á að fara það sem fingurgómurinn var. Ein handabreidd fram. Ok, og síðan setur hann táberg undir. Byrjar að lyfta hnjánum, tekur bringuna að fótleggjanum. Finnur þessa rétt línu milli lófa og setbeins. Hælarnir droppa niður en ekki rétta hnén alveg. Þannig að lófarnir eiga að vera svakalega aktífur og hver einasti flötur, hver einasta fruma lófans á að þrýsta niður í gólf. Þú ert alltaf stutt í skrefinu svolítið. Þú þarft að fara lengra með lófana. Fram. Meira. Ekki lyfta hælunum svona mikið upp. Droppaði hælunum, þarna já. Ok, ef þetta er auðvelt fyrir þig svolítið, þá viltu fara ennþá lengra. Ég sé það þú ert vön styttri vafföndi. Það er mjög lítil áreynsla. Við viljum fá lengingu milli lófana og tanna. Og nú ætlum við að mæla það vegalengd. Næsta staða er hangandi hundur og hún felst í því að vera ógeðslega sterkur í fótleggjunum. Þannig að þið byrjið að koma fram. Ok. Og þið stoppið þegar líkaminn er í efri plankanum. Þráðbeini fótleggir. Fótlegginir er að spyrna hælunum aftur og síðan beygir Talía olnbogana pínulítið og byrjar að lyfta bringunni upp en hún missir fótleggina aldrei. Og síðan byrjar maginn að lyfta spjaldinu aftur upp. Hún losar hnén rétt eftir plankan og dregur búkinn að. Talía er greinilega búin að gera þetta eitthvað áður. Aftur svona. Fram í plankan, rétta hnén alveg, spyrna hælunum aftur, losa olnbogana pínulítið
og lyfta bringunni upp, upp, upp. Ekki horfi upp, horfi fram. Maginn lyftir spjaldinu upp og aftur, losa hnén aðeins. Aftur. Þetta snýst ekki hversu mikið þið getið fett mjóbakið, fram í plankan. Þetta snýst hversu hátt þið getið lyft brjóstkassanum. Losa olnbogana. Olnbogarnir eru dempararnir. Toga bringunni upp, horfa niður, tilbaka. Glæsilegt. Og síðan setjið hné í gólf. Setjist aftur á hæla. Baki beint. Öndun jafnast aftur. Fyrsta hvíldin eftirstandandi. Leyfa öndun að koma niður í hvíldarpunktinn. Þetta mjög mikilvægt fyrir heimaiðkun. Eftir stöður á höndunum. Aftur, leyfa öndun að koma í hvíldarpunktinn. Kultivera gjörhygglega öndun. Stýra líkamanum alltaf í átt að léttari öndun. Þangað til hann getur höndlað mikið álag í litlum andardrætti. Það kemur með þjálfun. Seiglan verður alltaf meiri og meiri og meiri. Byrja með lítið, 25 mínútur á dag. Annað hvern dag, það sem þið ráðið við. Okay. Og síðan takið ykkur sæti. Okay. Og þið byrjið í rétt stöðunni, fótleggirnir fram. Lófarnir eru alltaf sikkurum megin við spjaldið. Og það gott að setja kubb hér undir. Fyrir flesta það nauðsynlegt. Þið veljið samt sjálf. Effektív lenging milli fótleggja og baks mjög erfið án kubbs. Hún möguleg en hún mjög erfið. Og síðan takið þið hægri hælinn undir vinstra lærið og hnéð á að koma alveg í gólf. Talið, ef þú lyftir aðeins hnénu, þá ekki að vera svona. Sjáu þið í myndavélinni? Hnéð á ekki að koma frá gólfinu. Okay, settu hnéð aftur niður. Og prófið núna að auka vinkilinn pínulítið þar sem hnéð kemur lengra frá fótlegg. Þannig að Talía hefur svo miklu opnun í mjöðmunni að hún getur farið ennþá lengra. Taktu það pínlítið lengra, Talía. Okay. Þannig að þið sjáum að möguleikin 90 gráður. Þið finnið það sem hnéð það bil að lyftast, þar stoppar hreyfingin. Vinstran hnéð pínulítið bogið og ökklin í læsingu. Síðan lyftið þið handleggjunum upp. Og síðan mjög hægt beygið ykkur fram. Hnéð óhagganlegt. Lófarnir koma sikkurum megin við ökklan, langt fram. Og síðan lyftið fyrst handleggirnir, síðan bringan, alla leið upp. Endurtakið. Þið þurfa að lyfta handleggjunum mikið hærra. Þeir voru allt og langt fyrir framan höfuðið ykkar. Fram, 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 fram. Okay. Lyfta handleggjunum eins hátt og þið getið. Þarna já, láta handleggjana lyfta bringunu upp. Þetta mjög gott, Magano. Aftur. Hnéð of mikið upphöfuð, Magano. Þú þarft að setja það meira inn. Nei, inn. Hins einn. Hægra hnéð. Nei, þarna já, nákvæmlega svona. Upp, handlegginir. Bringan. Það betra að snúa lófanum framunnur, upphandleggin of nálægt höfðinu hjá þér.
aftur fram. Þegar Talía endar framtegina, þá dregur hún handleggina inn, horfið einu sinni á. Þegar hún kemur upp, þá byrjar hún að lyfta handleggina og sjáðu hvað hún tekur það langt út frá búknum. Þetta leyfir brjóstkassanum að lyftast upp svona. Ef þið takið handleggina hér, þá er ekki hægt að lyfta brjóstbakinu. Okay? Það snýst allt hrygginn. Aftur handleggin upp. Beygið ykkur fram. Glæsilegt. Upp með handleggina, beygja olnbogana. Þarna, já, þetta var allt annað. Einu sinni enn. Þetta er mjög góð handstaða, Björk. Lófarnir alveg inn á ökklunum, höfuð alveg inn. Síðan lyfta, upp með handleggina, upp með bringuna. Og síðan losið handleggina. Hægri fram, aftur upphafsstaðan. Bakið á að vera þráðbeint hérna. Öfugur fótleggur. Vinstra hnið á að liggja alveg í gólfinu. Handleggirnir upp. Endurtökum. Fram. Og upp. Aftur, fram. Beygðu hægra hnið pínulítið meira maganum. Svona, já. Og upp. Lóa, þú kemur of mikið frá miðbakinu. Aftur fram. Ekki rúlla brjóstbakinu upp þegar þið komið frá fótlegg. Lyftið því. Upp með handleggina. Upp með bringuna. Þarna, já. Þetta var mjög gott, Sólveig. Einu sinni en helga handlegginu svolítið nálægt höfðinu hjá þér. Nei, fjær. Svona, já. Nei, hins veginn. Svona, já. Svona, já. Og upp. Handlegginir. Bringan. Þarna, já. Nú er það að ná þessu. Einu sinni enn. Við verðum að læra að hreyfa inn í hryggnum og fylgja útlimirnir. Upp. Hryggurinn er miðstöð vöðvakerfis. Losa handleggina. Hryggurinn er miðstöð taugakerfis. Hryggurinn er miðstöð öndunar. Vinstri fótleggur fram. Beygið hægra hnið. Og við ætlum að setja núna fyrir hryggvindið. Þannig að ef Talía hefur ökklan og hnið í sömu línu, sjáðu hvernig hún er. Ekki taka hælinn of nálægt ykkur, það eru mistök. Bakið á að vera beint hérna, alveg eins og í upphafsstöðinni. Síðan koma handleggirnir út með öxlum og hún vindur inn að fótlegg, þannig að olnbogabótin, hún læsist yfir hnið. Þannig að búkurinn hallar inn að hnénu og handleggurinn kemur bara eins og að gólfi. Nú ætlum við að nota langa andardráttinn. Þegar Talía andar að, þá losar hún brjóstkassan aðeins fram og höfuðið kemur að miðju. Og síðan útöndun dregur hún magann inn og þrýstir olnboga og höfðun aftur. Innöndun lyftir hún brjóstkassanum upp. Gerum þetta bara saman. Útöndun, maginn, bara mjúklega, öxlin, höfuð. Innöndun losar höfuð, bringan að miðju. Útöndun, maginn, vinda, horfa aftur fyrir hægri öxlina.
Innöndun, losa höfuð, lyfta brjóstkassanum upp frá maga, eins og ætlaði að gera pínulitla bakfettu. Útöndun, maginn, rifbein, öxl, höfuð. Passaði að höfuð halli ekki mikið fram hjá þér, heldur meira aftur. Þarna, já. Aftur, höfuð og bringa að miðju og upp. Útöndun, magi, rifbein. Vinda höfuðið magann á, horfa aftur fyrir hægri öxlina, hinn áttina, þarna eins mikið og getur, að miðju, lyfta, vinstri öxlin aktífur, þú gerir aðeins svo mikið unnur, þetta er aðeins svo langt, og síðan vinda, maginn, rifbein, þrýsta öxlin aftur, læsa höfðinu augnablik, og síðan losa, handlegginn út, bringan upp. Handlegginn niður, aftur upphafsstaða. Beygið vinstra hnéð, ökkli og hné í sömu línu. Einföld fótstaða, ekki flækja þetta. Handlegginn út, hægri ökklin í lás. Vinda að, olnbogabotinn læsir yfir, halli pínulítið fram, handleggur aftur. Innöndun, losa höfuð, lyfta bringu. Útöndun, magi, bringan, öxlin þrýstir aftur, höfuð fylgir. Inn, losa og lyfta. Mjög gott, nákvæmlega svona. Útöndun, magi, rifbein, öxl, höfuð, dopp. Innöndun, höfuð, bringa, hryggurinn lyftist frá gólfi. Útöndun, magi, rifbein, öxl, höfuð, nær hámarki, dopp. Innöndun, höfuð, bringa, lyfta frá gólfi. Útöndun, magi, rifbein, öxlin þrýstir aftur, höfuð, stopp. Innöndun, handlegginn út, bringan upp. Útöndun, losið handleggina. Upphafsstaða. Tökum núna öndunarpásu í framteygju. Innöndun, handlegginn upp. Lyfta handleggjunum, 1, 2, 3, 4. Útöndun, beygið ykkur fram. Maginn inn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haldi maganum inn að hryggnum og ekki anda. Þetta kallast banda í stöðu. Byrjið síðan að losa magann hægt og rólega og andið svakalega létt. Ökklarnir eiga að vera í algjörum lás. Þeir eiga ekki að gefa eftir millimetr. Þið verða að læra hvar á líkaminn að halda í stöðunum og hvar hann laus. Hér heldur hann ökklunum, stífum. Lengingin byrjar frá hásinni. Hnén eru mjúk. Framan læri eru aktív. Toga inn í náran. Höfuðið dregst inn. Maginn léttur. Inn, út, inn, út, inn, út, inn, út. Mikið olnbogana magann og þeir eru alltaf læstir hjá þér. Slaka olnbogana, slaka. Niður í gólf, niður í gólf, niður í gólf. Beygja olnbogana, beygja. Ekki rétta, heldur beygja þá. Beygja. Sjáðu talíu, horfðu aðeins upp. Beygja olnbogana. Þarna, já, nákvæmlega. Létt öndun, inn, út, inn, út, inn, út, inn, út, inn, út. Slaka. Framvöðvakerfið vinnur. Afturvöðvakerfið lengist. Það er alltaf samband milli hjálpar og lengingar. Hjálparvöðvarnir hér eru framanverðir fótleggir.
Þeir eiga að vinna, þeir eiga ekki að slaka. Aftanverði fótleggirnir eiga að gefa eftir. Mjóbakið á að gefa eftir. Maginn getur verið pínlítið stífur hérna á tímum. Mjóbakið á að þrýsta pínlítið aftur með stuðning magans. Og síðan lyftið handleggjunum eins hátt og þið mögulega getið. Bringan upp. Mjóhryggur, spjald. Síðan losið handleggina. Leggist á bak. Mjög gott. Tökum borðið, beygið hnén, iljar í gólf. Mjaðmabraut milli hæla. Og síðan lyftið þið bringu, handleggirnir negla niður, mjöðmir lyftist upp. Og í lokin þá teygið þið hnén pínulítið fram. Virkið fótleggjana. Og síðan síga niður, hægt og rólega. Endurtakið þetta alveg sjálf, nokkrum sinnum. Síðan takið þið hvíldarstöðu. Við ætlum ekki að gera neinar öndunaræfingar í dag. Við ætlum að liggja aðeins lengur. Ef þið viljið frekar sitja, þá gerið það. Við iðkum það sem kallast 61 punkta æfing. Þetta er það sem kallast Nyasa. Þeir sem hafa iðkað mikið af Yoga Nidra. Innan Yoga Nidra er iðkun sem kallast Nyasa. Það þýðir það að við færum athyglina eftir mismunandi stöðum líkamans. Og það eru mismunandi Nyasa. Nyasa þýðir einfaldlega staðsetning huga á punktum í líkamann. Og hugmyndin í yoga-iðkun er hvernig við virkjum mismunandi hluta líkamanns með athygli einni saman. Munið alltaf að lífsorkan hún fylgir athygli og hugsun. Ef að athyglin getur dvalið ótrufluð á vissum svæðum í lengri tíma, það þýðir það að þau svæði magnast upp. Þannig að athyglin ein og sér er gífurlega öflugt verkfæri ef maður getur þróað hana. En vandamálið er orkulega, þá er rafallinn hjá okkur ekki nógu sterkur til að vera ofboðslega stöðugur. Og það er vandamálið í Hatha Yoga. Batteríið eru of tómt. Lífsorkan lekur í gegnum daglega athöfn, í gegnum fæði, í gegnum svefn og sérstaklega í gegnum hugsun. Hugsun er stærsti þjófurinn. Þannig að við kúltum veru að dvelja meira í, köllum það jákvæða hugsun. Því ekki. Það er betra að vera jákvæður heldur en neikvæður. En það er betra að sjá hlutina í sínu rétta ljósi. Og það er markmið yoga-iðkunar.
færleiki hugans. Og þið skynni líkamann í heild. Þessi iðkun heitir Shaiva Yatra. Og Shaiva Yatra þýðir ferli líksins. Og við hefum aðeins snert hana í 31 punkti, en nú gerum við 61. Og þið skynni líkamann anda. Og síðan skynniði miðja ennis. Miðja háls. Hægri öxl. Olnbogi. Úlnliður. Þumalfingur. Vísifingur. Langatöng. Baugfingur. Litlifingur. Úlnliður. Olnbogi. Öxl. Miðja háls. Vinstri öxl. Olnbogi. Úlnliður. Þumalfingur. Vísifingur. Langatöng. Baugfingur. Litlifingur. Úlnliður. Olnbogi. Axlagrind. Miðja háls. Miðja bringubeins. Hægri hlið bringu. Bringubein. Vinstri hlið bringu. Bringubein. Nafli. Lífbein. Hægri mjöðm.
hné, ökkli, stóratá, tá númer 2, númer 3, númer 4, númer 5, ökkli, hné, mjöð, lífbein, vinstri mjöð, hné, ökkli, stóratá, númer 2, númer 3, númer 4, litla tá, ökkli, hné, mjöð, lífbein, nafli, miðja bringubeins, miðja háls, miðja ennis. Þegar þið andið út, þá segið þið í huganum ham og þið ímyndið ykkur útöndun frá enni og inn að miðjum heila. Og þegar þið andið að, þá segið þið sá inn í heilanum. Ham niður, sá inn í, hamsa. Og síðan eftir næstu útöndun þá staðsetið ykkur inn í miðjum heila og þið skinnið.